ég skynja það nú svona á þessum fundum sem ég verið að fólk vill vita hvort að það sé hvers konar hætta geti stafað af atburðum sem að geta orðið. Getur orðið eldgos, ef það verður eldgos, hvernig myndi það vera og hvar myndi sprunga liggja og ef svoleiðis atburðir verða, hvernig er hætta er Grindavík í hættu og eru flóttaleiðir, eru alltaf flóttaleiðir út úr bænum ef í þetta til þessa kæmi. Svo líka fólk að spekulera í jarðskjálftum, sérstaklega þeir sem ekki hafa upplifað þá áður, sem eru aðfluttir og til dæmis, ég var að tala við fólk Pólverja sem ekki hafa upplifað þessa hluti áður og það var svona mjög fróðlegt að heyra þeirra sýn. En í meginatriðum finnst mér nú fólk og eiginlega allir, bara án undantekninga, fólk taka þessu að mikilli svona æðruleysi og skynsemi og fólk náttúrulega, þeir sem eru búnir að hafa verið hér lengi eða eru hérðan, þekkja náttúrulega vel til þessara hluta og hafa upplifað jarðskjálfta áður og vita alveg að hvað mögulega getur gerst hér og hefur gerst hér áður. Þannig að þetta er bara upplýst og skynsamleg umræða sem á sér stað. Við þurfum að hugsa, það er búið að vera margir jarðskjálftar, það hefur enginn farist ennþá, það hefur enginn húshruni, það hefur ekkert gerst sem er svo hræðilegt þó að okkur líði svona. Þetta er alveg eins og við reynum að nota þess að raunsaða hugsunarhátt, hvað er það sem versta sem gæti gerst? Og í þessu tilviki þá erum við að hristast. Og það er það sem er svo óþægilegt. Við höfum ekki vald á því hvenær við hristust eða hvort það er lengi eða hvenær, hversu oft eða neitt. Þannig að það er það sem er svo óþægilegt og það er það versta sem gerist. Við hristumst. Ég var út í skóla á miðvikudaginn síðasta þegar kom skjálfti og mér er svo minnistætt að það var einn kennari sem það hristist allt og óþægilegt og allt það. Þá segir einn kennarinn, já, hvað ætli þessi hafi verið? 2,7, 2,8, 3,8? Nei, þetta er örugglega yfir 4. Þá var hún að nota rökhugsunina sína til að hugsa skalan og skjálftanum í staði fyrir að vera í tilfinningunni. Og það er eitthvað þannig sem getur mögulega hjálpað okkur að hugsa einhverja rökrétt, telja aftur á bak, fara með stafrófið aftur á bak, eitthvað annað heldur en að einbeita sér að tilfinningunni, bara á meðan það líður hjá. Svo getum við bara andað rólega og þetta er búið. Þetta eru einstakir tímar sem þið eruð að ganga í gegnum og engin hliðstæða í rauninni hvað svona langvarandi skjálftahrinu varðar. Nú, þeir skjálftar sem þið hafi verið að upplifa og fundið fyrir hér í heimabyggð að ég vil segja þetta er raunveruleg vanlíðan sem þið upplifið samfara þessum skjálftum og þeir eiga sér sína skýringu. Og það er svolítið áhugavert að tvennu leyti að í fyrsta lagi þá hefur þetta skiljanlega mikil áhrif á fólk. En það sem er kannski áhugaverðara er að flesta rannsóknir miða að einhverju stöku áfalli eða stökum hamförum sem að sálræn áhrif eru þá að dragast eftir það, einhverja áfallastreyti eða eitthvað slíkt. Hér auðvitað er þannig að hamfarirnar er alltaf svona yfirvofandi, að náttúruváin er alltaf í bakgrunni og alltaf að minna á sig smávegis og það er mikil óvissa, maður veit ekki hvenar jarðskjálfti getur komið, hversu stóran verður og svo framvegis og svo eru ýmsar eins og komið inn á áðan í spurningum, þá er stundum mismunandi fréttir, bara eins og spár eru almennt og þar að leiðandi er ekki til mikið af góðum uppskriftum hvernig best að bregðast við. Það sem skiptir eiginlega alls ekki minna máli og jafnvel meira, það er öryggistilfinningin. Það er hvernig okkur líður með þetta, hvernig við upplifum ástandið. Og þar skiptir auðvitað miklu máli að það er svona ástand eins og þetta upplifir enginn eins og það er ekki sem heitir rangar tilfinningar eða réttar tilfinningar eða röng viðbrögð eða rétt viðbrögð. Þetta er bara viðbrögð okkar sem mismunandi einstaklinga
Mér finnst alveg ferlega óþægilegt að finna jarðskjálfta. Það einhvern veginn bara í mér og mér líður ekki vel að finna það meðan aðrir kippa sér einhvern veginn ekki upp við þetta. Ef eitthvað svona gerist, þá verðum við náttúrulega að slást með þeim ráðum sem að til eru og við þurfum ekki að gefast upp og horfa á bara hlutina að gerast ef við teljum að við getum haft áhrif. Það er bara hlýtur að vera Grindavík náttúrulega ef menn teldu að það væri eitthvað í hættu hér og það væri hægt að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir. Þá ég efast ekkert það, það myndi maður ganga undir mannsönd og allir koma með þær jarðýtur sem hægt var að koma með og dælur og setja allt í gang.